Lærdómur 1 að skipuleggja veislu. Hei Anna, þar sem við erum að hýsa kvöldmat helgina. Hvað finnst þér matseðlinn? Halló jó, hljómar eins og áætlun. Ég held að við ættum að taka með nokkra forrétti og aðalrétt. Frábær hugmynd. Hvernig væri að bera fram bruschetta sem forrétt? Það alltaf högg. Já, bruschetta ljúffengu. Fyrir aðalréttin var ég að hugsa að búa til past. Pasta hljómar fullkomlega. Við gætum búið til rjómalöguð Alfredo sósu eða góða marinar. Ég elska báða valkost. Kannski getum við gert blanda. Smá fjölbreytni alltaf góð. Þetta frábær hugmynd. Ég mun sjá matvöruverslunina það. Fullkomi. Ertu með lista í huga eða ættum við að búa til eitt sama? Við skulum búa til það sama. Við þurfum ferska basil, tómata, hvítlauk og auðvitað past. Frábær. Ekki gleyma ost. Okkur vantar parmesan fyrir pastað og kannski smá mozzarella fyrir bruschetta. Góður afli. Ættum við líka að bæta við salati fyrir hressandi hlið. Já, blönduð grænsalat með léttu vinægrætti myndi bæta máltíðina fallega við. Það hljómar ljúffengt. Við getum bætt við hnetum og trönuberjum til að fá aukið bragð. Alveg, og í eftirrétt var ég að hugsa að búa til súkkulaðimúr. Hvað finnst þér? Súkkulaðimús frábær kostu. Það ríkt og eftirlátslegt, fullkomin leið til að ljúka máltíðinni. Ég get ekki beðið. Þessi kvöldmatur verður svo yndisleg samkoma fyrir alla. Samþykkt. Við skulum gera þetta að eftirminnilegu kvöldi sem uppfullt af frábær mat og hlátri. Lexía 2, geimsparar. Hei Anna, ég hef verið að endurskipuleggja skápinn minn og mig vantar nokkrar ábendingar að hámarka pláss. Halló jó, ein frábær leið að nota geymslugáma eða hengi til að halda öllu snyrtileg. Það skynsamlegt. Hvers konar geymslulátum mælir þú með? Hreinsar plastbakkar frábæra. Þeir láta þig sjá hvað inni og þeir stafla auðveldlega. Góð hugmynd. Ég líka með gamla kassa, get ég notað þá líka. Örugglega. Gakktu bara úr skugga að þeir séu traustir og merktu þá svo þú vitir hvað inn. Merkingar snjalla. Hvað með hangikju? Ertu með einhverjar sérstakar tegundir í hug? Já, flauelsnagi frábær vegna þess að þeir spara pláss og halda fötum frá því að renna. Ég hef séð það. Þeir líta virkilega sléttur út. Einhverjar aðrar bragðarefur til að spara pláss? Þú getur líka notað kaskading hangers til að stafla mörgum hlutum lóðrétt. Þetta leikjaskipti. Það hljómar virkilega gagnlegt. Venjulega endar ég með ofsalegan klæðina. Ég skil. Annað ráð að snúa árstíðabundnum fatnaði þínu. Haltu aðeins því sem þú þarft aðgengileg. Það frábær hugmynd. Ég gæti geymt vetrarföt í burtu yfir sumarmánuðinn. Nákvæmlega. Það hjálpar til við að hreinsa ringulreið
og gerir það miklu auðveldara að klæða sig. Takk fyrir ábendingarnar, Ann. Ég öruggari að skipuleggja skápinn minn núna. Lexía 3, matreiðslusköpun. Hei Anna, ég heyrði að þú hafir verið að gera tilraunir með kjúklingauppskriftir undanfari. Halló, já. Já, ég elska að elda kjúkling vegna þess að það gerir marga mismunandi rétt. Það satt. Hver uppáhaldsrétturinn þinn til að búa til með kjúklingi? Ég hef mjög gaman af því að búa til súpu. Þau eru traustvekjandi og fullkomin fyrir hvaða árstíð sem er. Súpur eru frábæra. Ertu með sérstaka uppskrift sem þér finnst gaman að fylgi? Ég geri það. Mín tilgangur er kjúklinganúðlusúpa. Það er einfalt en samt svo bragðbært með jurtum og grænmeti. Það hljómar ljúfengt. Ég velja að það heitar þig á köldum degi. Alveg. Ég elska líka að búa til steiku. Þeir eru góðir og fullkomin til máltíðarundirbúning. Steisur eru frábæra. Hvaða innihaldsefni setur þú venjulega í kjúklingastofninn þinn? Mér finnst gaman að bæta við kartöflum, gulrætum og selleri ásamt nokkrum kryddi til að fá aukið bragð. Þetta eru frábærir kosti. Leyfirðu það að malla í langan tím? Já, því lengur sem það mallar, því betur blandast bragðirnar sama. Það er þess virði að bíða. Ég get næstum líkt af það. Hefur þú prófað að búa til aðra kjúklingarétti? Örugglega. Ég hef líka gaman af því að grilla kjúkling eða búa til hrærar kartöflu. Þeir eru fljótlegir og bragðgóði. Grillaður kjúklingur hljómar fullkomlega fyrir sumari. Hvað finnst þér gaman að bera það fram með? Ég ber það yfirleitt fram með fersku salati eða grilluðu grænmeti. Það er heilbrigt valkostu. Það hljómar ótrúleg. Ég þarf að prófa nokkrar af uppskriftunum þínum næst þegar ég elda kjúkling. Ég vil gjarnan deila þeim. Matreiðsla er svo skemmtileg, sérstaklega þegar þú gerir tilraunir með bragð. Hér er til að skoða nýjar uppskriftir og njóta gómsætra máltíða sama. Lexía 4, fjársjóðir spilavítisins. Hei Anna, hefurðu heyrt áhugaverðar sögur frá spilavítinum í Las Vegas? Halló, já. Já, ég hef lesið að stundum hafi þeir einstakar leiðir til að takast á við síðkomendu. Nákvæmlega, eins og þegar USA gaf síðkomendum gull og skartgripi til að létta vonbrigði þeir. Þetta er alveg örlátur látbragð. Það hlýtur að hafa gert það að verkum að þeir finnast metnir jafnvel eftir að hafa misst af. Það virkilega gerir það. Spilavítum vilja oft tryggja að allir hafi góða reynslu, það ekki? Alveg, og það er áhugavert hvernig mennirnir á spilavítunum uppgötvuðu þessa grip. Já, þeir komust að því að gefandi viðskiptavini gæti leitt til meiri hollustu og endurtekna heimsókn. Það er skynsamlegt. Fólk elskar að líða vel að meta, sérstaklega í slíku samkeppnisumhverfi. Fyrir vís, og unaðurinn við að vinna eykst þegar óvænt kemur og óvar. Örugglega, það bætir við spennu. Heldurðu að þetta sé árangursrík markaðssetning? Ég trúi því. Það skapar söð og dregur inn fleiri gesti,
sem vilja upplifa skemmtunin. Auk þess dreifast þessar sögur fljótt og laða að enn forvitnilegri gest. Nákvæmlega, þetta snýst allt að skapa eftirminnilegar upplifanir sem halda fólki að tala. Ég velti því fyrir mér hversu margar aðrar skapandi aðferðir spilavítum nota til að halda viðskiptavinum sínum þá. Það eru líklega margir, frá þemaskvöldum til sérstakra kynninga halda þeir hlutunum ferskum. Það er heillandi hvernig gestrisniðnaðurinn þróast stöðugt til að laða að gest. Samþykkt, það sýnir hversu mikilvægt það er að laga sig að þörfum og óskum viðskiptavin. Lexía 5. Öryggi fyrst. Hei Anna, ég hef verið að hugsa mikilvægi þess að hafa sérfróðan ökumann, sérstaklega fyrir nýja ökumenn. Halló, já, það er frábær punktur. Nýr ökumaður ætti alltaf að hafa sérfróðan ökumann í bílnum með sér eða henn. Nákvæmlega, það getur raunverulega hjálpað til við að byggja upp sjálfstraust og tryggja öryggi á veginum. Já, og reyndur ökumaður getur boðið dýrmætar ábendingar og leiðbeiningar við erfiðar aðstæður. Rétt, þeir geta einnig hjálpað til við að sigla ókunnar leiðir og forðast hugsanlega hættu. Ég man þegar ég byrjaði fyrst að keyra, að hafa pabba minn með mér gerði það að verkum að mér leið miklu öruggar. Það er virkilega mikilvægt. Auk þess er það gott tækifæri til að læra vegareglur og örugga akstursvenji. Örugglega. Það er nauðsynlegt fyrir nýja ökumenn að skilja hvernig á að takast á við mismunandi akstursskilyrði. Hvað finnst þér vera einhver lykilkunnáttu sem sérfræðingur ökumaður ætti að kenna? Góð spurning. Þeir ættu að leggja áherslu á varnarakstursstækni og hvernig bregðast skuli við í neyðartilviku. Ég er sammála. Að vera meðvitaður umhverfið og sjá fyrir aðgerðum annarra ökumanna skiptir sköpum. Og það er líka mikilvægt að læra hvernig á að takast á við truflanir, eins og að nota síma í akstri. Alveg, að halda einbeitingu er mikilvægt fyrir alla á veginum, ekki bara nýja ökumenn. Heldurðu að ökuskólar séu nóg til að undirbúa einhvern fyrir raunverulegan akstu? Þeir eru frábær byrjun, en að hafa rauntíma reynslu af sérfræðingi er jafn mikilvæg. Já, æfingin gerir sannarlega fullkomið og að hafa leiðsögn getur skipt öllu mál. Hér er til að stuðla að öruggum akstri og hvetja nýja ökumenn til að leita sérfræðiráðgjafa. Lexía 6. Jóga ferðalag. Hei Anna, ég heyrði að þú hafir verið að skoða jóga undanfari. Halló, já. Já, ég fann ákveðið jógaforrit á netinu sem ég er virkilega spennt fyrir. Það er æðislegt. Er það sniðið fyrir byrjendur? Já, það er. Það fjallar grunnstellingar og öndunartækni sem er fullkomið fyrir mig. Frábært. Hvers konar stellingar nær það yfir? Það byrjar á einföldum eins og hundastöðu niður og stellingu barnsinn. Þeir eru mjög afslappandi. Þetta eru frábærir kosti. Ég hef heyrt að hundurinn á niðurleið hjálpar við sveigjanleik. Nákvæmlega. Ég er líka að læra mikilvægi réttra röðunar við hverja stelling. Það er lykilatriði.
Það getur raunverulega komið í veg fyrir meiðsli og aukið ávinninginn af æfingunni. Já, forritið inniheldur myndbandsýnikennslu sem eru mjög gagnlega. Það hljómar þægileg. Getur þú æft á þínum hrað? Örugglega. Ég elska að ég geti endurtekið lotur þar til mér líður vel með stellingarna. Þetta er frábær nálgun. Hefur þú tekið eftir einhverjum breytingum síðan þú byrjaði? Mér finnst ég vera afslappaðri og einbeittar. Það hjálpar virkilega við streitu eftir langan dag. Það er yndislegt. Jóga er einnig þekkt fyrir andlegan ávinning sinn. Já, ég er líka spennt að prófa hugleiðslutækni sem þeir kynna í forritin. Hugleiðsla getur verið leikjaskipti. Það er frábær leið til að auka almenna vellíðan þín. Ég er sammála. Ég hlakka til að taka það inn í daglegu amstri mín. Hér er til jóga ferðalagið þitt og uppgötva alla frábæra kosti þess. Lexía 7, ferðavali. Hei Anna, hefurðu huga muninn á hótelum og orlofshúsum þegar þú ferðast? Halló, já. Já, ég held að orlofshús geti verið hagkvæmari, sérstaklega fyrir lengri dvö. Það er satt, en hótel bjóða yfirleitt upp á fleiri þægindi eins og herbergisþjónustu og dagleg frí. Nákvæmlega. Það er viðskiptaskipt. Hótel geta veitt þægindi en leigurnar eru oft heimilislega. Rétt, hefur þú engan tíma dvalið í orlofshús? Ég hef. Það var frábært að hafa fullt eldhús til að elda máltíði. Það sparaði okkur peninga við að borða út. Það er stór plús. Hvaða aðra kosti fannst þú við leigun? Við höfðum meira pláss og næði sem gerði dvöl okkar mun skemmtilegir. Ég get séð hvernig það væri gott. Vannstu einhverja niðurstöðu? Stundum getur innritunarferlið verið svolítið flókið miðað við hótel. Það er góður punktur og þú gætir mist af hótelfríðindum eins og ókeypis morgunverð. Satt, en sumar leigur bjóða upp á staðbundin snarl eða morgunverðaratriði sem er gott snert. Þetta er frábær málamiðlun. Heldurðu að þú munir velja orlofshúsaleigu aftur fyrir næstu ferð? Ég held það. Það fer virkilega eftir áfangastað og hvers konar reynslu ég er að leita. Samþykkt. Hver valkostur hefur sína einstaka kosti sem koma til móts við mismunandi ferðastíl. Lexía 8, leikurinn á. Hei Anna, ertu upp á einhverja borðspilamennsku á meðan við bíðum eftir svörum þeir? Halló, já. Alveg. Borðspil er frábær leið til að líða tímanu. Hver er uppáhalds borðspilurinn þinn? Ég elska að spila Settlers of Catan. Þetta snýst allt stefnu og viðskiptaauðlindi. Það er klassískt. Ég hef líka gaman af því, en ég er líka aðdáandi Ticket to Ride. Það er svo skemmtilegt að byggja upp lestarleiði. Ticket to Ride er frábær. Samkeppnin að tengja borgir getur orðið nokkuð mikið. Það getur virkilega.
Viltu frekar leiki sem eru samkeppnishæf eða samstarfsverkefni? Ég held að ég vil freka samstarfsleik. Það er gaman að vinna saman að sameiginlegu markmið. Það góður punktur. Leikir eins og Pandemic eru spennandi vegna þess að þú verður að skipuleggja stefnu sem lið. Nákvæmlega. Það er gefandi þegar allir leggja sitt af mörkum til að vinna. Ertu með uppáhald samvinnuleik? Ég hef gaman af Forbidden Island. Það einfalt en mjög grípandi. Þú verður að vinna fljótt til að flýja. Ég hef heyrt þennan. Það hljómar spennandi. Hvað með partíleiki? Spilarðu þá líka? Jó, ég elska leiki eins og Codenames og Dixit. Þeir eru fullkomnir fyrir stærri hópa og geta orðið nokkuð kostulegi. Þetta svo skemmtileg. Ég elska sköpunargáfuna sem fylgir, sérstaklega í Dixit með listaverki. Samþykkt. Það vekur ímyndunarafli. Eigum við að setja upp leik þegar við heyrum aftur frá þeim? Örugglega. Það verður frábær leið til að slappa af og njóta félagsskapar hvers annar. Hér síðdegis uppfullur af hlátri og vingjarnlegri keppni. Lexía 9 hundadagar. Hei Anna, ég sá bara sætasta hvolpinn í garðinu. Halló jó, það hljómar yndislega. Hvolpar fanga virkilega hjörtu okkar. Þeir gera það, en ég veit þó að hundar þurfa mikla athygli og hreyfingu. Alveg, það mikilvægt að tryggja að þeir fái næga hreyfingu á hverjum degi. Hversu mikil hreyfing finnst þér vera tilvalin fyrir hund? Almennt góð klukkustund af hreyfingu daglega frábær fyrir flesta hund. Það hjálpar til við að halda þeim heilbrigðum og hamingjusömu. Það skynsamlegt. Hvaða starfsemi finnst þér gaman að gera með hundum? Ég elska að fara með þau í langa göngutúra eða leika sér að sækja í bakgarðinu. Það svo gaman að horfa á þau hlaupa. Vets svo klassísk. Hefur þú einhvern tíma þjálfað hund til að gera bragðareifu? Já, ég hef kennt hundinum mínum að sitja, vera og jafnvel rúlla yfir. Það gefandi þegar þeir læra. Það hljómar skemmtileg. Jákvæð styrking viskar raunverulega kraftaverk með þjálfu. Fyrir vís, að gefa þeim skemmtun eða lof hvetur þá til að læra hraða. Hvað með félagsskap? Heldurðu að það sé mikilvægt fyrir hunda að hafa samskipti við aðra? Örugglega. Félagsmótun hjálpar þeim að verða vel aðlagaðir og vingjarnlegir í kringum önnur gæludýr og fólk. Ég sammála. Það skiptir sköpum fyrir þróun þeirra. Heldurðu að þú fáir annan hund í framtíðinni? Ég myndi gjarnan vilja. Að eiga hund vekur svo mikla gleði og félagsskap í lífi. Hér hundum til gleði og alltaf skemmtilegt sem við getum haft með þeim. Lexía 10 stafræn þróun. Hei Anna, hefurðu tekið eftir einhverjum sérstökum þróun á markanum undanfari? Halló jó. Já, stafrænar vörur að ná svo miklum vinsældum nú. Það satt. Fólk að færast í átt að netlausnum fyrir allt frá menntun til skemmtuna. Nákvæmlega. Rafbækur og námskeið á netinu gríðarleg. Það svo þægilegt að læra heima.
Hefur þú tekið einhver námskeið á netinu sjálfu? Ég lauk nýlega námskeiði í grafískri hönnu. Það var gagnvirkt og mjög upplýsandi. Það hljómar frábærlega. Hefur þú gaman af því að læra á netinu? Ég gerði það. Myndböndin og skyndiprófin gerðu það grípandi og ég gat lært á mínum eigin hrað. Það er stór kostur. Hvað finnst þér hækkun áskriftarþjónustu? Þeir eru að verða nokkuð algengi. Þjónusta eins og streymi og hugbúnaðaráskriftir eru vinsælir kosti. Alveg. Það er áhugavert hvernig þeir bjóða upp á sveigjanleika og fjölbreytt úrval af valkostum fyrir notendur. Já, það er oft hagkvæmara en að kaupa einstakar vöru. Gerirðu áskrifandi að einhverri þjónustu? Ég geri það. Ég er með áskrift að tónlistarstreymi. Það er frábært að hafa aðgang að milljónum laga. Það er æðisleg. Tónlistarstreymi hefur breytt því hvernig við njótum tónlista. Hvað með podcast? Ég elska podcast. Þeir eru frábær leið til að læra nýja hluti meðan fjölverkavinnsla er gerð. Ég er sammála. Það er podcast fyrir næstum alla áhugamál sem gerir það svo aðlaðandi. Hér er að hinum síþróaða stafræna heimi og þeim spennandi strömmum sem við getum skoða. Lexía 11 sumarskvetta. Hei Anna, hefurðu tekið eftir því hvernig fólk tekst á við hitan á vindarsömum dögum? Halló já. Já, sumir vaða bara í vatninu sem leið til að halda köld. Það er satt. Það lítur hressandi út, sérstaklega þegar sólin er logandi. Örugglega. Aðrir finna skugga undir trjám eða regnhlífum til að komast undan hitanu. Ég hef séð það líka. Það er áhugavert hvernig allir hafa sína leið til að takast á við veðri. Nákvæmlega. Sumir reyna að njóta vindsins með því að fljúga flugdreka eða spila frisbee. Þetta hljómar eins og gaman. Vindurinn verður að gera þessa starfsemi enn spennandi. Fyrir vís. Og það er frábær leið til að vera virkur meðan þú nýtur útiveruna. Viltu frekar vera í vatninu eða vera á landi á heitum dögum? Ég elska að vera í vatninu. Sund er svo hressandi, sérstaklega á sumri. Ég er sammála. Þetta er líka svo góð líkamsþjálfun. Hefur þú prófað einhverjar vatnaíþróttir? Já, ég hef prófað róðrabretti og það var sprengjuleg. Þetta er frábær leið til að skoða vatni. Það hljómar ótrúlega. Mig hefur alltaf langað til að prófa paddleboarding. Var erfitt að halda jafnvægi. Það tók smá æfingu, en þegar þú hefur fengið að hanga af því er það virkilega skemmtileg. Ég verð að gefa því skot. Það virðist vera frábær leið til að vera virkur og skemmta sig. Lexía 12, þvottaærindi. Hei Anna, ég heyrði að þú fundir frábæra þvottaþjónustu í nágrenninu. Halló já. Já, það er frábær þægileg. Þeir bjóða jafnvel upp á afhendingu og afhendingu. Það er frábær. Það hlýtur að spara svo mikinn tím. Bjóða þeir upp á þvottapoka. Já, þeir gera það. Ég fékk þvottapoka þegar ég skráði mig.
Það gerir það auðvelt að skipuleggja föt. Það hljómar gagnlegt. Ég alltaf í erfiðleikum með að halda óhreinu fötunum sama. Sama hér, að hafa tilnefndan poka einfaldar ferlið virkileg. Hvernig flokkar þú venjulega þvottinn þinn? Ég aðskili ljós og dökk og ég reyni að þvo viðkvæma hluti sérstaklega lík. Þetta klár nálgun. Það hjálpar til við að koma í veg fyrir litblæðinga. Nákvæmlega, auk þess lengir það líftíma fötana minn. Ertu með sérstaka þvottaveðferð? Ég þvo yfirleitt allt á kulda til að spara orku og vernda fötin mín. Það frábær ráð. Kalt vatn mildara og það betra fyrir umhverfi. Já, notaðu einhver sérstök þvottrefni eða efnimýkingarefni? Ég vil frekar nota vistvæn þvottaefni. Þeir eru betri fyrir plánetuna og húðina mín. Ég hef heyrt að þær séu frábærar. Ég ætti að reyna að skipta yfir í þá. Örugglega, það þess virði. Auk þess hafa þeir oft skemmtilega lykt. Hér til að gera þvottadaginn aðeins auðveldari og vistvæni. Lexía 13 ferð uppgötvunar. Hei Anna, hefur þú verið að hugsa að skipuleggja einhver ævintýri undanfari? Halló, já, alveg. Þetta snýst allt ferðina, ekki bara áfangastaði. Nákvæmlega. Ég elska hvernig skoða nýja staði getur leitt til óvæntra upplifana. Ég líka. Hvers konar ævintýra nýtur þú mest? Ég mikill aðdáandi gönguferða og uppgötva fallegar gönguleiðir. Náttúran hefur svo margt að bjóða. Það hljómar ótrúlega. Ég hef líka gaman af gönguferðum, sérstaklega þegar ég get tekið myndir af landslaginu. Ljósmyndun bætir frábæru lagi við ævintýri. Ertu með uppáhalds göngustað? Já, það slóð nálægt vatninu sem býður upp á glæsilegt útsýn. Það fullkomið fyrir dagsferð. Það hljómar falleg. Mig langar að kíkja á það einhvern tíman. Hvað pakkar þú venjulega í gönguferði? Ég kem alltaf með nóg af vatni, snakk og skyndihjálparbúnað, bara ef til vill. Snjöll hugsun. Að vera undirbúin lykillinn að því að njóta ævintýrisins á öruggan hátt. Alveg. Ég tek líka lítinn bakpoka til að bera allt þægileg. Það frábær hugmynd. Viltu frekar ganga einn eða með hóp? Ég hef gaman af báðum. Gönguferðir með vinum geta verið skemmtilegar en sólógöngur gera ráð fyrir íhugun og frið. Ég skil það. Það eitthvað sérstakt við að vera einn í náttúrunni. Örugglega. Það hjálpar virkilega að hreinsa hugan og endurnýja andann. Hér mörg fleiri ævintýri og gleðin af könnuninni. Lexía 14 útiflótta. Hei Anna, með hitanum hækkandi, hefur þú hugsað einhverja útiveru sem við gætum gert? Halló, já. Já, sérstaklega í hitanum getur verið hressandi að vera virkur utandyra ef við skipuleggjum það rétt.
Það satt, kannski getum við líka komið með einhverja útileiki til að spila á meðan við erum úti. Frábær hugmynd. Leikir eins og frisbee eða badminton eru fullkomin fyrir heitt veður. Ég elska frisbee. Það skemmtilegt og frábær leið til að fá smá æfingu án þess að líða eins og líkamsþjálfu. Alveg. Auk þess auðvelt að setja það upp í garðinu. Ertu með einhverjar aðrar tillögur leik? Hvað með lautarferð? Við gætum pakkað smá snakk og notið góðrar máltíðar úti. Lautarferð hljómar dásamleg. Við gætum komið með samlokur, ávexti og hressandi drykk. Jó, og ekki gleyma sæng til að sitja á, það mun gera allt þægilegur. Góður punktur. Við gætum líka tekið færanlegan hátalara fyrir tónlist. Það myndi bæta við skemmtunin. Hver lagalistinn þinn fyrir lautarferði? Ég elska upplifandi lög sem láta alla finna ánægða og orkugjaf. Fullkomið. Það mun skapa frábæra stemningu fyrir útivistardaginn okkar. Heldurðu að við ættum að bjóða fleiri vinum? Örugglega. Því meira, því gleðilegra. Það alltaf gaman að deila ævintýrum með vinu. Hér til að skipuleggja ótrúlega útiskapandi fyllt með skemmtun leikjum og góðum félagsskap. Lexía 15, fullkomin tímasetning. Hei Anna, ertu búin að athuga veðrið helgin? Halló, já, það lítur út fyrir að veðrið ætti að vera skemmtileg. Fullkomið fyrir útivis. Það frábært að heyra. Það frábær tími til að heimsækja grassagarðana, finnst þér ekki? Alveg. Blómin verða í fullum blóma og það verður svo litríkt. Ég vona að þú sért að koma með myndavélina þín. Þetta verður frábært tækifæri til að fá fallegar myndi. Fyrir vís. Ég get ekki beðið eftir að fanga alla lifandi liti og einstaka plöntu. Hefur þú farið í garðana áður? Ég hef, en ég uppgötva alltaf eitthvað nýtt í hvert skipti sem ég heimsæki. Hvað með þig? Ég hef verið einu sinni og ég elskaði rósagarðinn. Lyktin var ótrúleg. Rósir eru fallega. Ertu með uppáhaldstegund af blómu? Mér finnst mjög gaman af sólblómu. Þeir virðast alltaf svo glaðir og bjartir. Sólblóm eru yndisleg. Hæð þeirra og litur gera þau skera sig úr. Talandi blóm, heldurðu að við ættum að koma með lautarferð til að njóta á meðan við erum farin? Frábær hugmynd. Lautarferð mun gera heimsóknina enn skemmtilegri. Hvað eigum við að pakka? Hvað með nokkrar samlokur, ferska ávexti og kannski smákökur í eftirrétt? Það hljómar ljúffeng. Ég mun líka koma með hressandi drykki til að halda okkur köldu. Fullkomið. Við erum öll tilbúin fyrir frábæran dag umkringt náttúrunni. Vinsamlegast gerast áskrifandi, líkar við og deila rásinni okkar. Stuðningur þinn hjálpar okkur að búa til meira frábært efni. Þakka þér fyrir.